Ágætu bræður og systur, við erum komin saman til þess að heyra hljóðið í Drottni og svona hvað hann vill við okkur segja í dag og væntum við þetta bara góðra niðurstöðu úr þeirri ferð. Þetta er ferðin sem við völdum sjálfa að fara í og við ætlum að vera með í þessari ferð, þessar mínútur sem hún stendur. Að þegar við erum fólkið sem viljum læra meira, ekki hvað sem heldur það sem Drottinn hefur við okkur að segja, því hann kennari sem að við viljum helst hlusta á þess þó að við útilokum neitt annað. Það sem gott og guðlegt, það viljum við hlusta á. Að þetta guðlega hefur reynt á góðu einu og að þegar við erum fólk sem þráum frið og ró, þá viljum við vera þeim megin í lífinu þar sem að minnsta kosti boðið upp á þetta. Það ekki alls staðar boðið upp á frið og ró, en það ekki rétt. Heimurinn hefur ekkert slíkt. Og mennakonur heimsins veltast bara þar bjargarlaus, farandi þanga sem að bara örin bendir hverju sinni, og hún bendir í suður í dag og morgun bendir hún í norður og svo framvegis. Og menn eru bara á flegi ferð út allt, upp allt, í eirðarleysi og stefnuleysi í raun og veru. Og hvað segir ekki Satan sjálfan? Ég verð að arka fram og tilbaka jörðina, segir hann. Hann svona. Hann út allt, aldrei kjur, stoppar aldrei, friðlaus. Og honum heldur engin friður búinn. Drottinn, faðirins hafnaði honum, margt löngu. Og þetta staðurinn hans, friðleysi. Og hann náði heljartökum á mannkinni við skilningsdreg góðs og ills. Og allir þeir sem eru enn undir synd eru merktir þessu friðleysi. En hjartað hrópar og grætur eftir friði, því það þolir bara visst álag, og ef það finnur ekki frið og ró, þá gerist eitthvað og ekki allt mjög gott. Að því að maðurinn ekki í ró, þá fer að koma alls konar hugsanir upp, ekki góðar, og út frá þeim kemur alls konar. Við ráðum þessu öll sjálf hvernig umhverfið okkar Það mikilvægt að ég taki minn taki og stilli huga minn að ég á til Krist. En ég verð að gera mig grein fyrir því, það sem ég geri ekki víst að aðrir geri. Með öðrum orðum, ég hef breyst, en kannski hafa einhverjir sem ég umgekkst ekki breyst neitt. Og hvað ætla ég að gera í því? Jú, ég vil að mér líði vel, ég verð því miður þá að gera aðskilnað. Ekki skemmtilegt. En við verðum, ef við ætlum að halda okkur þar sem við viljum vera í þessu guðlega umhverfi, að gera þetta með þeim hætti. Því þetta snýst mína heill, þetta snýst mína trú, ég hef breyst. Akkur á ég þá að vera með þeim, með því fólki sem ekkert að gera þannig síð í sínum málum. Og svo sem af eðlilegum ástæðum, það ekkert að. Og við vitum, það þarf ekki að breyta neinu þar sem ekkert að. En ég hef breyst. Drottinn Jesús breytti þessu manni sem þú ert hér að horfa á. Hann var eins og allir aðrir menn, sá ekki, skildi ekki. Eins og kom heilagur andi, þá fór hann að skilja ýmislegt, sjá ýmislegt sem hann áður sá ekki. Og hér hann nú, í guðlegum móði, talandi guðlega til mín og þín, sjálfra sín og þín, að því að hann vill að hann byggist upp sjálfur í trúnni og með honum þeir sem að hafa sömu elsku til Jesú og hann sjálfur.
og hér er staðurinn við fætur drottins. Erum við til í þetta? Erum við enn til í að vera á þessari ferð, þessari nokkra mínútnu ferð, eða ætlum við að stökkva vagninum hér og nú? Nei, við viljum það ekki, af því að okkur líst vel á það sem komið er. Og af því að okkur líst vel á það sem komið er, þá viljum við meira. Við heyrum, það gengur út ákveðin viska, ótengt þessum manni, en að öllu leyti eignuð honum sem dó á krossi. Af því að þessi maður er verkværi hans sem dó á krossi. Krossin er hér, það er enginn á honum, og þannig er með krossin, það er enginn á honum, af því að sá sem var þar er risin upp. Og með allt vald í sinni hendi, og meira að segja með vald til þess að vilja ljá máls á því að nota þessa manneskju sem þú ert hér að horfa á og hlusta á, til að tala út sínar blessun, sín orð, og spyrja þig aftur, ætlar að vera með í vagninum eða ætlar nú að stökkva af? Nei, þú ert ákveðin í að halda áfram vegna þess að enn líst þér vel á það sem hér er verið að gera. Og svona er drottinn. Hann kann að halda athygli mannsins við, og hann veit að með því að vekja áhuga hans á því sem verið að gera, þá helst hann á staðnum. En ef að maðurinn hefur ekki áhuga, þá byrja augun að flökta og hann að horfa til hægri og vinstri, endalaust að gá klukkuna, af því að athyglin er farin. En Drottinn veit alveg hvernig hann á að fanga athygli mína, af því að hann er skaparinn sjálfur. Ég veit ekki hvernig ég get fangað þína athygli, en ég þarf ekki að hafa áhyggjur af því. Þess vegna gef ég Drottni stundina, og blessunin flæðir fram eins og henn er ætlað að flæða fram, af því það er ekkert sem hindrar það af hálfu þessa manns. Hann er jú stiginn til hliðar sjálfur, og þetta geta allir menn sem þjóna Drottni gert. Þetta er ekki bundin við einhvern einn einstakan. Þetta er bundin við kristinn mann sem hefur köllun og hefur tekið að þessu þjónustu, þar að segja, ef hann vill fara þennan veg. Og ég hvet menn sem vilja að það sé mikil blessun af því sem þeir gera, að velja þá leið að stíga til hliðar. Sama hver þjónustan er, sama hvað verkefni er, þá er þetta það sem er ávísun á mikla blessun af því sem verið er að gera. Og þetta er þannig sem Kristur hefur boðið að skuli vera inn í sinni kirkju. Því að hann vill, ég vill að, söfnuður vill að það sé yfirflæðandi blessun í öllum verkum sem að þar fer fram og á stundunum. Við komum til þess að fá þessa yfirflæðandi blessun. Og hún kemur þegar þeir sem við þetta starfa hafa allir og öll stigið til hliðar. Og þá er engin stundni staðu til að vera að horfa á titla og stöður. Nei, við erum eitt í Kristi og verðum bara það fólk sem er í þessari hinni stöðu. Við erum sjálf alsæl með stöðuna sem við erum í. Akkur erum við alsæl með það, hana? Við vitum að hún er að Guði valin. Við vitum að ég, segðu þetta með mér, ég á að vera þar sem ég er. Segðu þetta með mér, ég á að vera þar sem að Drottinn setti mig. Af því að það er staðurinn minn í þessum söfnuði.
og þannig gildir þetta raunverulega með alla söfnið sem Drottinn á. Og þegar að menn eru dánir sjálfum sér í starfinu, í þjónustunni, getur ekkert annað gerst en að blessunin flæði óhindrað fram og til líka þeirra sem eru að þjóna. Þeir eru bara hluti af hópnum. Og svo þegar upp er staðið, er bros á hverju handliti, líf í hverju auga, að þegar blessunin virkar svona. Blessunin frá hæðum virkar svona. Þannig við þurfum að vera á varðbergi, gagnvart okkur sjálfum, gagnvart stöð okkar, gagnvart því sem við erum að segja og tala, af því að við viljum ekki hindra þetta flæði blessana til sjálfur okkar, til fólksins í krings, til kirkjunar okkar og safnaðarins. Og þetta allt saman og eitt gert, eykur okkur elsku til safnaðarins. Og við fyrum að líta á söfniðin okkar sem sérstakan vin okkar. Og meira segja getum við orðið svo eftirvæntingafull að við fyrum að hlakka til að koma þangað. Og ef við erum ekki þar stund, þá hefur Drottinn sett þetta í hjarta okkar að við fyrum að sakna. Góðum sökniði, með öðrum orðum, þegar við komum á staðinn aftur þá eru við glöð í hjarta okkar. Ég tala nú ekki ef svona stæðstu partur af því fólki er það ennþá sem að við sem sagt fórum, það getur verið margar ástæður fyrir því að við förum, það er bara þannig lífið að við getum kannski ekki alltaf verið á sama stað. En við fórum ekki í fússi, við fórum ekki í stormi, við fórum samt og komum eftir einhvern tíma og þá sjáum við að fólkið er svona með, já, fólkið er það sama og það hefur bæst við og það gleður okkur líka. Af því að það er vöxtur í þessu starfi. Og þú sest inn og þú finnur ennþá þessa sömu blessun og þú mundir svo eftir. Af því að þjónarnir hafa tamið sér það, hver og einn, að stíga til hliðar áður en að þeir fara í sína þjónustu, af því að þeir eru með þá hugsun, ég vil ekki að blessunin hindrist að mínum völdum. Að koma ykkur stopp vegna þess að ég er afundin í skapi í dag. Þetta er allt tamning þannig séð. Og við venjum okkur á þetta góða að því við viljum fá þetta góða, við viljum þreifa á þessu góða þegar við á. Og hvar á það betur við heldur hann inn á stund þar sem safnuðurinn kemur saman á tilteknum tíma einmitt í þeim tilgangi að fá það góða til sín. Svo eru dagarnir eins og þeir eru og ég þarf að hafa fyrir þeim og ég þarf eins og alls þar annars að velja það góða fyrir mig. Og það er þessi daglega vinna sem undirstrikar það fyrir mér að ég þarf að vera með Kristi hér og nú. Já, hér og nú. Og hvað er hér og nú? Bara það sem þú ert þá og þá. Það er hér og nú. Og hér og nú er staðurinn þar sem allt getur gerst á. Þannig við erum ekki að tala staðlösa stafi þegar við segjum að við séum með Kristi í deginu. Að því andartaki sem þetta í, þar gerist allt sem gerist. Og andartakið þú ert í þessu umhverfi, í þessu andartaki, svo færir þið til, þá er það andartak komin, þá ertu komin á einhvern annan stað. Og svo framvegis. En andartak sem allt getur gerst í, árvekni. Þetta segjum við með orðið árvekni. Hvernig með slysin?
þau gerast í því andartaki sem þú ert í. Af hverju? Hugsanlega andartaks óaðgætni. Yfirleitt eru slysin með þeim hætti. En þetta er staðurinn sem þú færð þína brýningu á og ferð að hugsa kannski með eilítið öðrum hætti þetta andartak. En þú ert ekkert á tauginni. Þetta fyllir þig ekki áhyggjum. Þú tekur undir þetta af því að þú veist að þetta er sannleikur. Svona getum við tamið hugan og tengt hann hjartanu og trúnni sem er sívakandi með allar aðvaranir uppi sem þurfa að gilda því að trúin er lifandi í þínu hjarta og hringir því bjöllum og þú ert orðið svo meðvitaður trúnaðinn og Krist þú orðið heyrir þessa bjöllur og veist orðið hvað þýðir bíddu. Það þýðir það sem orðið segir, bíddu. Og þú bíður og forðar þér hugsanlega frá einhverju sem annars rækja þína fjörur og þér erfitt. Þegar þú ert að leyfa trúnni að tala til þín. Þú gefið drottni lífið þitt og ert því daginn út og einn í flæðandi blessunum frá drottni. Þetta segir ekki til ástandi á huganu þínum, hann er bara eins og hann hefur alltaf verið. En samt genguru svona áfallalaust í gegnum hvern daginn og eftir öðrum. Og nú ertu hér að hlusta á þetta efni frá þessum manni sem er tenderaður og nærður af heilugum anda og sinni trú sem drottin gaf honum. Hann er nefnilega ekki á krossinu. Hann er upprisin. Hann er á himnum hjá föðurnum. Og að því hann er það, þá gat hann gefið niður heilagan anda og kveikt og viðhaldið og lagið leyft mönnum í andanum að vaksa í sinni trú. En það gerist ekkert fyrirhafnalaust og þetta vistu jafnvel og ég. Þannig að við mennirnir þurfum að hafa fyrir öllu sem við viljum að vaxa í okkur. Vöxturinn kemur ekki sjálfkrafa. Trúarvöxturinn. Nei, hann hrópar eftir sinni næringu. Og þetta er næringin sem við höfum handa trúnni, hún er í þessari bók sem við vitum að er Nýja testamentið. Og það er góð bók. Þetta er bók sem hefur gengið með mannkyni frá, bara í 2000 ár sem er langur tími. Og ekki bara það, þetta er bók sem er í hillu, sem staðir nú þar, en þetta er bók sem selst hvað mest allra bóka í öllum heiminum á milli ára. Hvernig má þetta vera? Er það ekki svona svolítið umhugsunarefni? Það sé ekki vegna þess að hjartað í okkur það þráir að heyra meira einhvað svona sem að snertir það innan. Drottinn sér sína. Hann hefur skapað alla menn. Það hafa allir löngun einhvern tímann á lífsferlinum til þess að fara inn í þessa andlegu þætti. Og þar er ýmislegt í boði því miður. Af því að þessi friðlausi sem arkar jörðina fram og tilbaka og getur aldrei stoppað hefur ýmislegt á sínum snærum, veit þessa andlegu leitmannsins og kveikir því kyndla hér og þar. Og af því að hann er svolítið magnaður auðvitað í sínu umhverfi, hann skýtur eitur örvum að sínu fólki, að þessu fólki sem drottin er raunverulega að kalla og kveikir eld í leiðinni og ljós sem að menn fari í og telja sér jafnvel höndla og það gerist einhvað innra með því
þetta allt saman blekking, bara til þess að kyrfilega festa viðkomandi inn í myrkrinu þó hann telji að ljósi að ræða. Það er bara einn og hann heitir Jesú. Svo drögum við hring utan þetta nafn Jesú og festum kyrfilega fyrir framan augun á okkur. Og hann erum við að læra hér. Jesú viljum við vita meira. Og hann dregur upp svona myndir af öðru að því hann vill að við vitum af því hvað er að gerast í þessum heimi. Og þetta, að því við vitum hvað er að gerast í þessum heimi, þá fáum við samúð með þessu fólki. Og í samúðinni væri við hugsanlega til í að gera einhver aðeins meira heldur en að sitja fyrir fram á sjónvarpi og horfa á einhverja 10. flokks bíómyndir. Eins og mörg okkar gerum allt og mikið af. Af því við finnum okkur ekki til dundus nema þetta. Og hvernig skyldi standa á því? Kannski bara maðurinn sokkinn ofan í slíkt, hvað var maður að segja, slíka depur og hefur lengi verið í sinni depur, þannig einhverja hluta vegna bara sér aldrei neitt ljós og hefst því ekki að með höndum sínum, sem getur verið svo mikið lausn fyrir allt fólk. Það þekki ég sjálfur, en það ég alltaf að gera einhvað og hefur reyndar alltaf verið þannig að mér leiðist ekki, og ef mér leiðist þá bara fer ég og ger ég eitthvað og alltaf sópa á gólfið aftur, og það er bara verk sem að getur breytt öllu fyrir mann á því andartaki og maður er bara harla glaður. Við ráðum þessu öll sjálf hvernig ástandið á okkur er, en allt byrjaði þetta á einu stað. Þetta byrjaði með því að Kristur kom til jarðarinnar, vann sitt verk þar og svo var kirkjan stofnuð upp úr því og það var heldur ekki alveg átakalaust því að sko Kristur kemur inn í umhverfi lögmálsins með sín boð og bönn sem að varða að brjóta á bak aftur, og þessir menn, fyrstu kirkjunnar menn, Pétur, Páll og þessi menn, þeir eru mennirnir sem að brjóta svolítið þessi vígi sem að lögmáli resti. Þú máttir ekki þetta, þú máttir ekki hitt, þú varst að borða þessa tegunda mat, þú máttir ekki borða þessa fæðu tegunda og svo framvegis. Þú máttir ekki samneita útlendingum og þú máttir ekki. En Kristur kom og nú var allur heimurinn undir. Og ég veit þú veist að heimurinn samanstendur af mörgum þjóðum sem gyðingarnir í lögmálinu mátti ekki umgangast, en Kristur opnaði veginn fyrir. Ég er ekki gyðingur, ég er Íslendingur, en vegna þess sem þessir menn gerðu að boði skaparans, þá fékk ég náðina, miskunnina og trúna. Í lögmálunni hafði ég ekkert með þetta að gera, hafði enga möguleika á því að eignast þetta, var því vonlaus maður. Nú hef ég von að því að Kristur gerði og hann byrjaði, tók fyrstu skrefin með sínum mönnum sem þá voru uppi, og þeir heita Pétur og þeir heita þetta og hitt, við lesum þessa menni í Biblíunni, í Postulasögunni og í Nýja testamentinu. Þetta voru þeir sem lögðu línurnar. Þetta voru þeir sem að Drottinn notaði til þess að brjóta ákveðna hlekki að baka aftur, því hann vildi ná í mig. Við getum alveg talað þetta með þessum hætti, og hér er ég að tala Guðs orð. Já, við skulum lesa hérna, það er í Postulasögunni. Hvað ætlum við að byrja? Við ætlum að byrja í 4. Já, hérna er maður Kornelíus að nafni. Ef við lesum bara fyrsta versi, sjáum hvað við lesum mikið af þessu. Maður nokkur var í Sesseríu, Kornelíus að nafni hundraðshöfðingi í ítölsku hersveitinni. Þetta var ekki gyðingur.
Þetta var útlendingur. Við vorum að tala um það áðan að gyðingar höfðu ekki samneyti við útlendinga. En þarna er Drottinn að byrja að brjóta það allt saman og baka aftur, að því að nú er hann að horfa á mig. Segðu þetta með mér. Nú er hann að horfa á mig. Hann var trúmaður og guðrækin og heimafólk hans allt. Hann gaf gyðingu miklar ölmusur og var jafnan á bæn til Guðs. Dag einn nón sá hann berla í sín engil Guðs koma inn til sín og sagði við hann: Kornelíus. Sem sagt, Kornelíus þessi ítali, ekki gyðingur, fær þarna sendibúða frá almættinu sjálfu, að því að hann mat það sem hann gerði og sá trúna í hjartans sem hann hafði fengið. Kannski hafði hann heyrt í Kristi og orðið svona, já, trúaður fyrir það, ég veit ekki hvernig það var því stendur, en allavega hann er orðin trúaður. Hann starði á engilin, varð óttaslegin og sagði: Hvað er það, Herra? Við þurfum ekkert að vera neitt hiss á þessu þó mangri verði óttaslegin, því allt í hennu stendur þarna bara maður fyrir framan hann. Engill er ekki með vangi og þeir eru ekkert öðruvísi, þetta er bara maður sem hann sér. Allt í hennu, ef að stæði maður fyrir fram að þið, bara þú einn einhvers staðar og allt í hennu sér einhvern mann bara fyrir fram að þið. Það kæmi nú ekki svolítið svona skjálft í eitthvað hjá þeir, ég reikna með því. Svo segir hann hérna frábær orð sem að ég vildi fá sjálfur ef að ég fengi svona heimsókn. Engilli svaraði: Bænir þínar og ölmusur eru stignar upp til Guðs og hann minnist þeirra. Það er ekki frábært? Ítali, ekki gyðingur. Og hvaða rétt hafði hann til þess að fá þessa blessun frá hæðum? Jú, það var búið að búa til vegi og það var verið að ryðja hindrunum til þess að fleiri eignuðust þetta sem þessi maður Kornelíus þegar á. Já, hann er enn að horfa á mig. Segðu þetta með mér. Hann er enn að horfa á mig. Sendu nú menn til Joppi og lát sækja Símon nokkurn er kallast Pétur. Hann gistur hjá Símon nokkrum sútara sem á hús við sjóan. Símon, Pétur. Farðu og sektu hann, að því að hjálpræðið kemur frá gyðingum. Þaðan er Kristur kominn. Þetta byrjaði allt með gyðingunum. Þaðan kom Kristur, þaðan kom Nýja testamentið, þaðan kom þetta allt sem má til góðs verða í heiminum. Þannig að við bara í þessu ljósi blessum gyðinga. Við setjum ekki snöru þá. Við blessum þetta þjóð. Hvað sem okkur kann að finnast það sem þeir gera, því að þetta eru bara menn alveg svo ég og þú. Og við erum að lesa gyðinga og við erum bara að lesa mig og þig, viðbröð mín og þín. Í engu öðruvísi. Og hann segir hann sem sagt að fara og sækja þannig Pétur, því hann hafi nokkuð við þá að segja. Sem sagt, Pétur átti að flytja þeim boðskap og Pétur átti líka að brjóta ákveðina veggi, bæði í sér sjálfum og fyrir alla aðra sem komu á eftir, því að núna er gangan með Kristi hafin. Hún er svona að hefjast þarna. Já, Kristin ganga byrjaði á einhverjum einum stað. Hún er að byrja þarna. Enn er hann að horfa á mig. Já, segðu þetta aftur með mér. Enn er hann að horfa á mig. Hann er að brjóta leiðina að mér. Hann er að brjóta leiðina að öllum manneskjum í öllum heiminum. Og það byrjaði þarna. Svona er Kristur. Svona starfar hann. Hjálpræðið kemur frá gyðingum. Og Pétur var gyðingur og Ítalinn var að sækja gyðing til þess að hann flytti sér sennilega sinna fyrstu ræðu sem hann heyrði á öllu lífsleiðinni. Þetta er allt saman uppurunnið þaðan. Allar þessar ræður sem við erum að flytja eru upprunnar í gyðingalandi. Þegar bókin sem við vinnum úr er þaðan. Hjálpræðið kemur frá gyðingum. Og þessum sannleika megum við aldrei gleyma.
og sjá, já, hann gistir hjá Símoni nokkurn sútara sem hús við sjóin. Þannig að hann fær þarna mjög ítarlega upplýsingar hvar þessi maður sé, og hann er bent meira að segja á tiltekið hús við tiltekna götu sem að þessi maður er í núna. Þegar engillinn sem talaði við hann var farinn, kallaði hann á 2 heimamenn sína og guðrekna hermenn. Einn þeirra honum voru handgengnir. Sem sagt að hann kallar hann til menn, ekki hvert sem heldur sem voru honum handgengnir. Hvað á hann við? Í trúnni. Og þannig það líka með okkur að við leggjum fyrir trúsískinu okkar ýmislegt sem við leggjum ekki fyrir vantrúna. Því að það ekki hvort þið til neins að vera að því. Því þetta er tvennt ólíkt. Trú og vantrú get ekki, það er ekki hægt að spyrða það saman. Hvað sem við reynum, þá getum við það ekki. Og þetta vissi þessi Kornelíus, hann var allavega það svona komin langt í þessu, hann sá að þetta var leiðin, hann yrði að fá með sér þá sem voru á hans bandi, sem voru á hans vegi, sem voru á hans línu Krist. Því hann treysti þessum mönnum til að vinna það sem hann var að biðja hann og draga ekkert frá. Það eins gerum við. Án þess að fara í neitt manngreinarálit, þetta segir bara viskan við mig, gerðu þetta svona. Þannig að lærdómurinn er alltaf af hennu góða. Alltaf af hennu góða. Já, veitum við. Já, hann sem þetta komin hérna með mann, sér handgenginn, annan trúaðan mann bara, sem var hérna í herdeildinni, og sendir hann í þetta hús til að sækja þennan Símon. Því það er hann sem hafi nokkuð að segja við þá. Já, hjálpræði kemur frá gyðingum. Og þannig þetta alltaf að fara af stað. Þannig verið að ryðja koll veggjum, hindrunum sem lögmáli lagði á gyðinga. Það geti því að, eins og vorum að tala áðan, að Pétur var gyðingur, já er gyðingur, hann mátti ekki samkvæmt lögmálinu gera samneita þessum mönnum, þessum ítala. En nú er Kristur drottinn komin inn í málið og segir honum að nú sé að koma nýtt inn og allur heimurinn sé undir. Já, hann er enn að horfa á mig. Í mínu vonleysi sem hann ætlar að umbreyta í von með því að ryðja niður þessum veggjum. Þetta er allt í Krists hendi. Allt sem hefur gerst í þessum efnum er Krists verk. En eina sem menn gera er að þeir hafa hlýtt. Það er eina sem við gerum, að við hlýðum. Og uppskerum blessun af hlýðin okkar, en verkin okkar eru harla léttvæg fundin í þessu máli. En samt mikilvæg. Við erum þetta bara mynd upp á það að við þurfum að gera það sem að drottin er að segja okkur. Og þess að Pétur fer þarna til þessa Kornelíusar og hann fer að segja hann söguna sín, hann segir söguna af englinum og þessu, hann byrtist honum þarna og svo framvegis og hann grípur boðskapin og þarna á þessum stað hjá þessum manni upplýst fyrir honum, fær hann uppljómun opinberun hvað er að gerast, að hann er aðilinn og með í því að brjóta niður veggi sem að lögmáli reistu upp en er núna allt saman að hrynja í Kristi. Hjálpræðið kemur frá gyðingum og hvergi annar staðar. En byrju við skulum lesa hérna, það er 28 var það ekki á. Og svo segir hann hér í 28. sem við vorum að tala
sem að segir okkur það að það var veggur á milli gyðinga og útlendinga, og þessi Ítali var náttúrulega bara útlendingur í augum gyðinga. Við erum í Postulasögunum 10. kafla og í 28. versinu hljómar þetta og kemur inn á þetta sem við vorum að tala um. Hann sagði, þess að Pétur er að tala þarna, hann sagði þá: þið vitið að gyðingi er bannað að eiga samneyti við annara þjóðamenn eða koma til hann. Þetta er alveg skýrt, svona talaði lögmálið. Aðskilnaður var 100% og engin frávik heimilið. Fyrr heldur núna í þessum nýja sáttmála, nýja testamentinu. Hér er allt að breytast. Já, hann er enn að horfa á mig. Segðu þetta með mér. Ég er ekki gyðingur, en hef orðið þennan rétt fyrir náð og miskun Jesú Krists. Já, en Guð hefur sýnt mér að ég á engan að kalla vanheilagan eða óhreinan. Þannig hefur veggur brotnað, að því það er ljóst að Pétur skilur hvað hann er að segja. Hann meðtekur þetta, að svona sé þetta. Það er skilningnum sem veggir brotna, og gatan verður greið. Hún verður það í skilningnum. Og hvaðan kemur skilningurinn? Frá hæðum, sem opinberun fyrir mér og fyrir þér. Það er svo skilningur sem við erum að tala um hér. Og þetta er skilningurinn sem braut niður veggi og sleita fjötra. Og ég sem var áður dómharður maður í garð þess og hins, vegna þess að ég var undir lögmálinu, er það ekki lengur. Þetta er í fagnandi. Því að þrátt fyrir allt, þá var Ítalinn bara manneskja rétt eins og Pétur. Og Pétur orðið skilur hvað hann á í Kristi, og getur vel und öðrum að eiga það sama með sér. Og yfir þessu fagnar hann vitaskuld. Já, fyrir því kom ég mótmælalaust eftir mér var send. Nú spyr ég, hvers vegna þér sendu eftir mér. Svo segir Kornelíus þessa sem við lásum upp í upphafi, að Engill hann hefur sagt hann þetta og þessi Pétur væri þarna með boðskap til hans. Við skulum bara lesa það. Það er 20, ég lesa það hérna, eitthvað svona, sáum til bara hvað ég lesa mikið. Tók Pétur til máls og sagði: sannlega skil ég nú að Guð fer ekki manngreinar álit. Þetta fær hann aðra opinberun í þessari sömu ferð, allt vegna þess að til að byrja með hlýddan. Hann efaðist eins og hlýddan. Nú er hann að fá hverja opinberununa eftir annari og við vitum það líka að þannig er verið að brjóta niður veggi og leggja og beina mönnum inn á þennan veg sem við köllum mjóavegin. Það er trúarvegurinn. Já, hann er enn að horfa á mig og þig og okkur öll hinn sem erum að eðli til heiðingjar, en opnaðist leið að hjarta Guðs gegnum náðina og trúna okkar á Jesú Krist. Við drögum hring utan Jesú. En þarna með þessum bræðurum okkar og systurum og þessum hetjum sem voru í frumkirkjunni, byrjaði þetta allt með hlýðni þeirra og opinberunum og skilningi. Við sjáum að Pétur hefur fengið þarna miklar opinberunir sem eru annað orðið við skilning, og hann gengur óhika fram. Lögmál segði: þú mátt þetta ekki. En Kristus sagði: þú mátt þetta víst, þú átt að gera þetta. Því hann var að koma með nýtt, og þú ert undir þessu nýja og tekur því undir það sem að Drottinn er að gera og fagnar. Og viðurkennir fyrstur manna að hjálpræðið sé komið frá gyðingum í Jesú nafni. En Konráður Rúnar Friðriksson segir þetta gott í dag og veit að þú fengið eitthvað til sögsum og móða úr og blessast af og tilgangur ekki annar.
heldur þessu góða verki Drottins áfram af því að þú ætlar að biðja inn í málið með honum.